Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar skoðum við nýja glæsilega slökkvistöð brunavarna Suðurnesja og ræðum við slökkvilistjórann Jón Guðlaugsson. Og af því að engin þorrablót, eða svona stærri þorrablót, hafa verið haldin í ár og ekki heldur í fyrra, ákváðum við að rifja upp stemminguna og skoðum eldra innslag úr Suðurnesja Magasíni frá þorrablóti Keflavíkur. En við hefjum leikinn í nýrri og glæsilegri slökkvistöð. Jón, hvað þetta mikill tækjakostur og bílakostur brunavarna í dag? Við erum með 5 dælubíla. Hérna stöndum við til dæmis við nýjasta bílinn okkar sem er 2 ára gamall, 3 ára gamall. Og hérna, þannig að það er búið að gera mikið átak á undanförnum árum í að endurnýja bíla. Já. Og þróun í því náttúrulega? Já, ekki bara bílana heldur. Allan búnað, reykköfunartæki og allan svona venjulegan búnað til slökkvilis og björgunarstarfa. Já. Þannig að þetta er allt, það er búið að gera stóru átaki í að endurnýja þessi tæki á undanförnum árum. Má segja frá því að byggðasamlagið stofnað 2015. Þetta er bara gjörbylting. Hvað voru mörg útköll slökkvilisins brunaútköll í fyrra, 2021? Eða að jafnaði síðustu ár, cirka? Heildar hreyfingar voru rúmlega 200, en útköll, svona það sem er staðfestur eldur, voru mun færri, innan við 100. Já. Þannig að hverju þakkar það? Hefur þetta minnkað á undanförnum áratugum? Já, við getum alveg tekið tölfræði síðustu 10, 15 ára, 20 ára þessuna og ef við horfum á það í því samhengi að íbúafjöldin hefur margfaldast, húsakostur og þær byggingar sem eru hérna eru margfaldar að stærð og flatarmáli og rúmmáli, en útkallafjöldi stendur nánast í stað. Og það ég held að það sé ekki nokkuð vafi á því að bara öflugt eldvarnareftirlit og byggingareftirlit, það á stóran þátt í fræðsla, almenn fræðsla, á bara stóran þátt í þessari þróun. Þannig að fjöldi útkalla er nánast svo sami eins og var fyrir hérna þó nokkuð mörgum árum síðan. Sem þýðir lækkun í rauninni, af því að við erum að tala mikla íbúafjölgun eins og þessu svæði, sett ég að sinna. Þannig að við sjáum greinilega mun og greinilegan ávinning af því að vera bara með öflugt eldvarnareftirlit og öfluga fræðslu til fyrirtækja. Það er mikill munur á. Nú erum við að horfa hérna á sjúkrabíl í nýjum litum. Já, við vorum að fá hérna á þessu síðasta ári vorum við að fá endurnýjan á öllum sjúkrabílum. Þannig að við erum með 4 sjúkrabíla hérna og 1 upp í Grindavík. Við sjáum við sjúkraflutningu í Grindavík líka. Tókum í því verkefni 2000 áramótin fyrir ári síðan, 2021. Þannig að það er mikil breyting á þessi bílar sem við vorum með voru mjög gamlir og það hefði ekki verið keyptur sjúkrabíl ekki bara hér til okkar heldur bara á Íslandi í 4-5 ár. Það hefði ekki verið nein endurnýjun í sjúkrabílum, en það er búið að gera stór átök í þeim málum núna og það er allt annað heldur en það. Mikið breyting. En þið sem sagt brunavarnir Suðurnesja eru að sinna sjúkraflutningum. Já. Og hvað er þó nokkuð mikil vinna í starfseminni eða hvað? Það er stór þáttur í starfseminni? Það er mjög stór þáttur og þið sjáum það að við erum með kannski 200 hreyfingar með æfingum á slökkviliði, en útköll á sjúkrabíli fyrra voru á milli 4.001 og 200. Já. Það er 4.150 eitthvað, ég manna þetta ekki alveg nákvæmlega. Það er hansi mikið. Já, það er á milli árana 2020 og 2021
að þá fjölgunin 26,3%, sem gríðarleg fjölgun. Já. Og þar hafið þið náttúrulega, sko, þið eru náttúrulega partur af heilbrigðiskerfinu á Suðurnesjum. Já, það ef það eru bráðaveikindi eða slys, vinnuslys eða bílslys eða eitthvað sem ber út af, þá erum við náttúrulega fyrstu aðilar sem komum og sinnum fólki. Það er bara þannig að við erum svona framverðarsveit heilbrigðiskerfisins. Já. Og þið eru þá á Reykjanesbrautinni nánast að hverjum degi? Ég segi ekki að hverjum degi, en oft í viku? Já, það hérna... Alvarleg veikindi, þannig að fólk sent á spítalar Reykjavík? Ætli það sé ekki, það var lengi vel, ég hef ekki tekið tölfræðina fyrir síðasta ár saman, en lengi vel var þetta svona það byrð 37% allra útkalla sem við fórum í enduðu Reykjavík. Já. Það ansi marga ferðir. Já. Af rúmlega 4.000 útköllum. Já. Gæti verið tækifæri í því fyrir heilbrigðisráðherra ef hann myndi vilja styrkja heilsugæsluna hér að þurfi ekki að senda svona mikið í bæinn? Það alveg klart. Það flókin umræða. Já, ég held að það sé alveg klart mál að sterk heilbrigðisstofnun þýðir færri flutningar í bæinn. Það bara einfalt mál. Það sé alveg klart. Já. Verndum líf, umhverfi og eignir. Þetta einkennisorð Brunavarna Suðurnesja. Já, þetta í lögum að verkefni slökkviliða að vernda líf, umhverfi og eignir. Já. Og hérna í þessum bíl erum við með svona eiturefna eða hazmat búnað, reykköfunar búnað og allsins búnað til slökkvu- og björgunarstarfa. Já. Þannig að þegar við fáum þennan bíl á staðina þá erum við með ansi mikið búnað með okkur, slöngur og allt sem við á að éta í þessu. Já. Hvort að kortið mitt virkaði. Þetta rými, hérna lager fyrir sjúkrabílana. Ef við horfum á hérna, þetta allt fullt af búnaði, öllum skúfum og þetta allt fullt af búnaði í sjúkrabílana. Í þessu rými hérna erum við með smurgryfju. Getum átt við bílana hérna, farið í gryfjuna og smurt og gert það sem Hérna aðstæða til þess að þrífa bíla. Ef við erum búin að vera í útkalli og það óhreitt búnaður, slöngur, gallar, reykköfunartæki, að þá allt þrifið hér. Þetta eru þvottavélar fyrir reykköfunartæki. Hér setjum við kúta og hjálma og grindurinn og þarna setjum við maskana. Þannig að þetta fer hérna inn. Gallarnir, þeir fara inn í þessa þvottavél hér. Opna hérna, gallarnir setur í, lokað, þvegið og svo förum við hérna megin. Hér erum við að komast inn á hreint svæði. Hér þvottaaðstaða fyrir bara sjúkraflutninga, fatnað og annað slíkt. Hér tökum við gallarna út og þeir fara inn í þennan þurrskáp hér. Þannig að þegar þeir fara hérna inn í sal, þá eru þeir bara hreinir. Hvað getur sagt okkur þetta umhverfi sem þið vinnið í? Og þarna sáum við skilti sem verið að tala hættu á krabbameini og annað. Hvernig þetta mál inn á borði hjá ykkur eða? Já, það það og hluti af því að við erum með þetta óhreina svæði og þrífum allt bara leið og kemur inn og þegar komið hérna megin í bygginguna þá það orðið hreint. Hluti af því akkurat þessi krabbameinsvaldandi efni sem við erum að vinna í. Þegar það bruni þá þetta ekki nóg að vera með öndunarvörn, heldur við erum að vinna kannski í 300 gráðu, 400 gráðu umhverfishita og sem að gera það að verkum að þau efni sem að brenna, þau setjast á starfsmenn, á slökkviliðsmenn, fara í gegnum húðina
og það bara skiptir okkur miklu máli að hafa hreinlætið ofarlega og reyna með þeim hætti að minnka möguleika og hættuna á því að starfsmenn greinist með krabbamein. Þannig að menn fara í sturtu eftir og jafnvel eitthvað meira jafnvel? Já, þeir fara í þrífa sig og þrífa, það allur fatnaði þrifin og fara í sána og eftir til að svita út eiturefni sem hafa sest í húðina. Og það nú kannski ástæðan fyrir því að slökkvistöðvar eru með sánaklefa. Það ekki bara því að það flott og fínt, heldur vegna þess að það bara nauðsynlegt bara upp á líf og heilsu starfsmanna. Starfsemi Brunavarna Suðurnesja hefur aukist gríðarlega mikið á síðustu áratugum og miklar sveiflur og þú kemur inn í slökkvistarfi ungur maður. Já, 1974. Það ná 50 árum sem að komið nálægt þessu? Já, það er verið að koma 50 ár frá því kom fyrst til Brunavarna Suðurnesja. Og ert búin að vera slökkvistjóri hérna síðan árið? 2008. Já. Og þið voruð að flytja hérna í þessa glæsilegu stöð núna fyrir ári síðan. Hvað var þetta bara orðið mjög mikil þörf að komast í betra aðstöðu? Já, þetta var nú hérna ferill sem að tók 20 ár að fara út í þessa byggingu og það voru búið að skoða marga staði, 8 tillögur slökkvistöðvar hér og þar og breytingar og bætingar og svo framvegis. Þetta var sem sagt 20 ára ferli og síðan þegar að þetta verið gert að byggðarsamlagi 2015 þá ákveðið í framhaldi af því að fara í að byggja slökkvistöð og bjóða hann út og þetta var niðurstaðan. Og maður alveg gríðarlega, ég gríðarlega ánægður með þessa niðurstöðu og húsið í heild sinni í raun og veru. Hönnunin, aðstaða fyrir mannskapinn, aðstaða til að sinna tólum og tækjum og þetta raunverulega bara við erum komin í nútímann. Það var engin aðstaða til eins eða neins niður Hringbraut. Og það var annað sem var mjög orðið slæmt og það var það að ákveðnum tímum til dæmis á föstudögum og ákveðnum tímum sólarhrings þá var mikil traffíkarn í kringum hjá okkur og erfitt að komast í burtu með stóra bíla, sjúkrabíla. Við þurftum að fara í útköll kannski inn í Njarðvík og Njarðarbrautin bara föst, það var bara bíl við bíl. En með þessa staðsetningu þá komumst við upp á Reykjanesbraut og þó að vegalengdin sé aðeins meiri, að þá tímafaktorinn styttri. Og það er það sem skiptir máli þegar fólk mikið veikt eða eitthvað að brenna eða eitthvað kemur upp á, að við séum bara nógu fljótir á staðinn til þess að sinna þeim verkefnum sem að þarf að takast á við. Þannig að þetta gríðarleg breyting, við erum komin í nútímann með þessu. Nú liðin það bil klukkustund frá því að eldsins fyrst vart hér í stóru blokkinni og þrátt fyrir allt tiltækt lið á svæðinu gengur mjög illa að ráða við eldinn. Gengur ekkert að ráða við þetta, veistu það? Jú, það verðist vera búið að ná tökum á það einhverju leyti. Upp úr miðnætti virtist sem eldurinn ætlaði að æða allt hús. Vesturendi þess var í hættu og allt kapp var lagt á að verja hann. Til þess voru fengnir kraftmestu slökkviliðsbílar á Íslandi í eigu varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Þeir virtust þó í byrjun fá litlu við ráðið enda veðrið afleitt á þessari stundu, úrhellisrigning og hávaðarók. Við þessar aðstæður var afskaplega erfitt að ná til eldsins sem kraumaði í 12 til 15 metra hæð frá jörðu. Þar sem eldurinn efst í húsinu gengur mjög illa að ráða niðurlögum hans, þrátt fyrir öflugustu tæki sem völur á frá slökkviliði á Keflavíkurflugvelli. Það var engu til spara við þessa eldraun. Dælurnar ruddu út úr sér léttvætni í tuga þúsunda lítra vís sem eitt sér kostaði 500.000. Núna 3 klukkustundum eftir að þið hófuð slökkvistarf, hvernig staðan? Staðan þannig að við erum búin að ná tökum á þessu og erum að vinna okkur inn á loftið. Þetta geymslur og þetta svona
handavinna, við erum að fara inn í hverja geymslu og það glóð í þessu víða. En ef það koma stórir eldsvoðar í dag, eru þið brunavörnum Suðurnesja, hvað ég var að segja, að ráða við það með ykkar? Í lang flestum tilfellum gerum við það. En það ekkert slökkvilið á landinu sem það öflugt og stórt að það þurfi ekki á einhverju tímapunkti að fá utanaðkomandi aðstoð. Það alveg sama hvaða slökkvilið það Það alveg klárt að á einhverju tímapunkti þá gerist það. En að því við vorum að tala áðan bruna útköll og fjölda brunaútkalla og hvernig þetta hefur verið þróast hérna á okkar svæði, þá getum við tekið síðustu ár og þið hefur kannski tekið eftir því að það hefur ekki verið neinir stórir brunar í mjög langan tíma. Maður þorir varla að segja þetta kom ekki allt í baki á manni, en þetta nú samt staðreynd. Og ég vil bara meina það að við erum að reka öflugt eldvarnareftirlit og forvarnastarf og svo erum við líka með öfluga vakt, þannig að menn eru fljótur á staðinn og eldar sem hefðu orðið að stór báli, stór tjóni, eru slökktir í upphafi. Þannig að þegar þetta fer saman að þá erum við að koma í veg fyrir þessa gríðarlega stóru bruna og mikla eignatjón sem verður í þeim. Þú komst eiginlega með svarið sem ég var að leita eftir og því að ég ætlaði að fara að minnast á stóra eldsvoðar sem voru í stærsta fjölbýlishúsi Suðurnesja, stóru blokkinni svo kölluð Ygalanda og verslunarhúsinu hjá Járn og Skip sem þá var byggingarvöruverslun, trésmiðja hérna og nokkrir mjög stórir eldsvoðar. En það var í mínum kolli, það verið langt síðan að við höfum upplifað það. Og auðvitað kemur að því að við eigum eftir að fá stóran eldsvoða. Það engin spurning það. En þeir lengri tími sem líður á milli, að því betra. Og ég vil eins og segja þakka þetta öflugu eftirliti og ekki síður öflugum vöktum þegar okkar mannskapur kemur á staðinn. Þá það með mjög, þetta bara vel þjálfaður hópur, góð tæki, góð verkfæri og eru fljót að slökkva. Nú þið búin að vera hérna, hvað? Rúmt ár og finnið mikinn mun. Þetta náttúrulega eins og að fara úr Hreysi í Höll. Já, þetta gríðarlega mikill munur. Þetta bara himinn og haf á milli. Já. Þetta þvílík breyting fyrir mannskapinn og það hægt að ganga hérna á milli bílana þess að skáskjóta sér. Og þetta það ekki hægt að líkja þessu saman á nokkurn einasta hátt. Þetta svo mikið breyting. Þetta ný stöð sem þið byggið hérna, var staðsetningin á henni, hvernig var hún hugsuð út? Þegar að Reykjanesbær auglýsti þessar lóðir hérna, þá áttum við fund með þeim og fengum að velja raunverulega þessa lóð. Og við vorum búin að setja út með tilliti til svæðisins hvar væri besta staðsetningin upp á fjarlægðir og að við séum fyrir svæðið, vera með svæðis eða nær. Já, að vera raunverulega bara þannig að við séum eins vel staðsettir með tilliti til okkar þjónustusvæðis eins og hægt Þetta styttir leiðina upp í flugstöð, í Garðinn, Sandgerði. Við erum fljótari jafnvel inn í innri Njarðvík heldur við vorum niður á Hringbraut bara vegna þess að við erum konur upp á Reykjanesbraut og hefum greiða leið. Þannig að þó að það sé aðeins lengra í vegalengd þá vorum við styttri í tíma. Þannig að við erum mjög ánægðir með staðsetninguna hérna. Hún gæti ekki verið betri og Reykjanesbær hjálpa okkur til við það að fá að velja þessa lóð. Heimsfaraldur hefur truflað þorragleði landans núna í ár og í fyrra. Svo við ákváðum að kíkja á stemmingu frá eldra þorrablóti úr safni Suðurnesja magasíns. Sjáu þetta. Þorrablót Keflavíkur, þetta eitt stærsta kvöld í bæjarfélaginu á hverju ári, eða ekki? Mikill undirbúningur. Já, þetta ábyggilega, myndir ekki segja það. Þetta ekki bara stærsta menningarviðburður á Suðurnesjum. Fyrir utan kannski ljósanótt. Og hvað ætlaði að gera mikið? Við ætlum hvað erum við að tala um? Rúmlega 600 manns. 620 sem eru búin að borga með. Og þetta svona þjóðstart í þorra.
Út af hverju er það? Sko, við ákváðum það. Náttúrulega garðurinn var náttúrulega búinn að vera með Þorrablót í náttúrulega mörg ár, þannig að við ákváðum að vera ekki á sama tíma þeir og ákváðum að þjóðstarta þessu. Þeir taka laugardaginn eftir bóndadag, en við tökum þetta laugardaginn fyrir. Þetta hafið þið fundið fyrir, það er svona samhugur hjá Keflvíkingum, þetta er svona hálfgerð afsáttíð í leiðinni á þessu Þorrablóti? Já, ég myndi segja það. Það er alltaf rosalega svona stemning í bæjarfélaginu, bæði fyrir og náttúrulega eftir þetta. Náttúrulega talar heimatilbúin atriði. Við náttúrulega erum með Keflavíkur-annálinn sem er heimatilbúin og við höfum verið með heimamann í veislustjórn, þó við séum búin að vera með frekar leiðilega Njarðvíking undanfarið, þá skiptum við honum út. Já, þannig að við erum með heimatilbúin atriði. Þetta er bara þannig að þetta saminar Suðurnesjamenn, eða Keflvíkinga, rosalega mikið að brott fullfluttum með Keflvíkingum að koma, alveg eins og á Ljósunum til dæmis. Og þetta er kannski meiri skemmtun heldur en Ljósunum. Það er svona meiri menning og einhverja göngur og hitta gamla skólafélagi, hérna er allir að fá sér og eintóm gleði og bara alvöru partí. Þessi Keflavíkur-annál sem þið setið á YouTube og leggið talsverða vinnu í, það hafa nú ýmislegt gerst eins og í fyrra þegar eitt bæjarbúi hótað að flytja úr bæjarfélaginu. Ætlið að vera svona beittir? Já, það er verið að tala um það að þetta veri beittast annálinn, en ég hygg að ég muni þurfa að flytja í þetta skipti. En Hannes nokkur bæjarbúi í fyrra, hann fór svona hálfa leið, en hann er alveg góður? Ég held að Hannes sé fínn, hann býr á Freyjuvöllunum og alls hætt með lífið í mjög flottu húsi og allt mjög hugulegt hjá honum. Við höfum farið í kaffi til hans og konan hans bara hellt upp á fínasta kaffi og gaf okkur súkkulaði með, þannig að það er allir vinir í bæjarfélaginu þótt að það sé stundum sparkað í liggjandi mann að þá verður þetta bara stundum svona. Já, hann addaði mig líka á Facebook svo. Nei, strákar, ég er hættu við að flytja, það komið nýr meiri hluti. Við erum hérna með Magnús Þórisson, hann er með veitingastæði Réttin í Keflavík. Þetta kallar maður að þjófstarta Þorrana. Það er nokkuð ljóst og við höfum nú gert það í nokkur ár. Þetta þykir bara hinn komið tími hérna í Reykjanesbæ að þjófstarta aðeins blótunu fyrir Keflavík og það er bara virkað vel og eins og við sjáum þá er bara kjaftfullt hús. Við erum að servera hérna í dag cirka 650 manns og ég held að þetta bara sé að svínvirka. Er þetta svona hefðbundið? Ég sé að þú ert með eitthvað bland út með jafnvel með pottrétt með, hvað er þetta að þvælast með hann hérna? Heyrðu, það er alltaf einhverju gikkir, það er bara þannig og það verður að koma til móts við þá og við erum með fersk salat fyrir þá líka. Rólegur. Það er nú bara þannig, en annars er þetta bara hefðbundið. Við erum með heita sviðakjamma og heitt saltkjöt, við erum með hangikjöt, auðvitað hákall og harðfisk og fullt af síldaréttum, þannig að þetta er nú svona bara hefðbundi klassískt Þorra hlaðborð. Og virðast allir vera mjög ánægðir? Já, það hefur verið það í gegnum tíðina og ég myndi að halda það að það fari allir ánægðir héðan heim í kvöld, búin að fá sér nokkra kalda og þorramatt. Er að þessu svona súrsaða dóti, það er vinsælt hjá einhverjum? Já, að sjálfsögðu og það er nú bara þannig að fullt af fólki sækist í súrsaða matinn. Svo er það líka þannig að hópar koma og menn er að mana hvorn annan upp í að borða hákallinn og súra matinn. Svo heyrði ég nokkrum núna í vikunni sem vildu fá súra tittlinga og jafnvel, ég veit ekki hvort að megi segja það. Góðan daginn, hvernig líður þér? Mér líður ágætlega bara. Já, hvað get ég gert fyrir heiðursmann eins og þig? Mér vantar eiginlega nýjan bíl frá okkur. Ok, hvernig bíl eru að tala um? Nýr BMW, Benz, nýr Range Rover, Land Cruiser eða bara nýri Range Rover, svo eigum við líka Hummer? Nei, ég hugsi ég þurfi nú að fara í eitthvað ódýrara en það, en gott að fá bíl samt með þessa sömu eiginleika. Ok, hversu ódýrara eru að tala um? Fjandinn maður, hverju sótti ég ekki bæjarstjórastöðin í Garðabæ?
Jæja, stelpur, eru þetta 30 stiga? Já, ég myndi segja það. Já, allan daginn 30 stiga. Þetta svolítið öðruvísi að vera hérna í þessu umhverfi, eða ekki? Það er ótrúlega... Miðað við sko körfuboltavöllin? Það er ótrúlega gaman að sjá hvað hægt að umbreyta þessu frábæra íþróttahúsi sem við eigum hérna í svona frábæra skemmtun fyrir alla Keflvíkinga. Hrútspunga kvöld, Anna? Algjörlega, það er hérna, þetta er hérna diskinum. Þetta er hrútspungur? Já, algjörlega. Það er einu sem við borða af þessu súsaða, en sko, þetta er bara frábært. Þetta er eitthvað sem allir bíða eftir. En hér eru 640-50 manns, meira og minna Keflvíkingar. Það er einhverjir sem að þvælast með svona, Njarðvíkingar jafnvel einhverjir. Þetta er svona árshátíð Keflvíkinga. Þetta er bara hátíðin, þetta er bara algjörlega og mér er alveg sama hvað margir Njarðvíkingar og Keflvíkingar, þetta er bara hátíð, bara fólk sem vil skemmta sér og þetta er eitthvað sem allir bíða eftir og ég get lofað því að á mánudaginn þá bara byrja allir að biðja miða fyrir næsta ár. Þetta er bara skemmtun. Sammála, Björg? Algjörlega sammála. Þetta er orðið bara ball ársins hjá okkur hérna í Keflavík og ég held að þetta sé komið til að vera og ég held að bæti bara í ár eftir ár og nefndin og allir sem standa að þessu er bara algjörlega heiður skilið. Þetta er frábærir einstaklingar sem að standa að þessu og leggja þvílíka vinnu í dag og þeim ber að þakka. Ert þú með hrútspung? Þetta er bara sviða. Nei, ég er meira fyrir öðru sípunga. Má ég spyrja, hvað er að bæjast? Róleg. Það eru 2 kjammar. Já. Það er sviðasulta og 2 kjammar og ég er alvöru sko. Bæjarstjórinn, hann borðar ekki svið? Hann er meira í hangikjötinu. Nei, það er sko eitthvað síldagúmulaði hér og róur, hangikjött. Ekkert súrt? Nei, ég borða helst ekki mjög súran og gamlan mat. Leiðu þakkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt Héraðsfréttablað, dreift frítt á Suðurnesjum og á netinu. En við erum líka að skrifa fréttir alla daga á Víkurfréttavefinn vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Þiggjum góðar ábendingar í okkar miðla og endilega senda okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Við þakkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að viku liðinni, verið sæl.